Við byrjum eins og annarlega á fréttum dagsins og það Karl Hlíðin, hvað að frétta? Já, það færist svolítið svona drama í mögulegt formannsframboð hans Guðlaugs Þórs fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hann hefur talað um það að fólk ekki ánægt með lágt fylgi Sjálfstæðisflokksins, þetta ekki flokkurinn sem hann gekk inn í, hann vill endurheimta þetta fylgi og Bjarni skýtur það föstum skotum að honum Guðlaugi hafi nú ekki gengið sérstaklega vel sjálfur í Reykjavík. Þannig að þetta ekki ennþá staðfest en það er að færa smá hiti í leikinn finnst manni. Og maður hlustar á viðtalið við Bjarna og Guðlaug hins vegar. Þetta svona. Já, það var einhverju voru að segja það að Guðlaug væri að þessu til þess að vinna á móti þú sagðir að gera. Að Bjarni hefði sagt að það verður nokkið víst að Jón Gunnarsson myndi að hætta. En hins vegar að það yrðu stólaskipti og þá væri heitt undir Guðlaugin. En maður sér það að Bjarni, RÚV var að segja það í kvöldfréttunum og þar náttúrulega innvíðir sjálfstæðismenn sem eru inni á fréttastofu RÚV. Já, og þau sögðu að allt stemdi í framboð Guðlaugs. Þannig að það er svolítið eins og þetta hafi byrjað sem eitthvað svona hugmynd og hún sé eiginlega að venjast vel í hópi Guðlaugs og félaga. Og það er svolítið breyttur tónn hjá Bjarna, hann byrjar í morgun að slá þetta svolítið frá sér svona, hafnissu, þetta sé ekki í gangi. Og meðal annars það sem hann er spurður breytta afstöðu til stólaskiptana. Og þá segir hann í morgun eitthvað svona, Jón var að standa sér svo vel að ég vildi bara standa á bak við hann og þess vegna var bara eðlilegt að gera þetta. Núna svona 5-leytið að þá segir hann að það er það sem ég sagði áður að Jón mun standa upp úr ráðherrastólum eftir 18 mánuði og Guðrún taka við. Það stendur. Ok, það er skrítið að hann hefur samt verið að því hann er að skapa einmitt, eins og Guðlaugur nefnir að hann er að skapa óvissu með því að vera að segja þetta að Jón Gunnarsson fer eða Guðrún kemur inn en ekki endilega að Jón fari þá vaknar spurningin hver á það að fara í stað. Það bætir ekki við ráðherrastólum. Það er bara eitthvað svona einhverju kallar að aðtókottir haldi einhverju stöðu sem ekki spennandi. Það sem er mjög spennandi við þetta að þegar þú kastar fram svona hugmynd og ég veit ekki hvort að Guðlaugur meti það þannig. Þú kastar það fram svona og svo fer það bara eftir í hvernig hún venst og mínu upplifun er það, ég er náttúrulega ekki löng eyru innviði Sjálfstæðisflokksins, en svona það sem ég skynja er hugmyndinu það að skipta út formanni bara venst ágætlega. Fólk er orðið mjög leitt á Bjarna og það er bara staðreynd. Og allt sem að Guðlaugur er að segja dræmt fylgi flokksins, meirið segja til svar frá Guðlaugi og félögum varðandi Reykjavík er að meðan að Bjarni hefur verið formaður frá 2009 að þá hefur verið svona lítil áherslu á Reykjavík. Það sést líka af þessar ráðherranum. Það er alltaf 2 ráðherrar úr hans kjördæmi. Það er framboð núna til ritara úr hans kjördæmi, Jón Gunnarsson úr hans kjördæmi og svo fólk út á landi, þannig að áherslan á Reykjavík hefur ekki verið mikil og hann svona borgarstjórnarflokkurinn, hann gerir ekki til þess að styðja það, svona dissar það bara að fólki standi sig ekki nógu vel, eitthvað svoleiðis. Og það sem hefur alltaf verið talað Bjarna er að hann sé einangraður í flokknum, hann sé meira að minna með svona fólk af sínu svona reki eða svona úr sínum kreðsum í kringu sig. Meðal annars bara fólk úr Garðabænum og það er ring. Og það að með stjætt með stjætt, það er vísun í það að flokkurinn orðin of mikill elituflokkur. Hann sinni bara hagsmunum hinna allra ríkustu. Guðlaugur er að vísa í eldri kynslóði sem að tala gamla góða Sjálfstæðisflokkin þegar var verkalýðsráðar inni og þótti bara ekki sómasölu listi Sjálfstæðismanna en maður væri einhverju verkalýðshreyfingun á honum. Það sem að flokkurinn var skipulagður, annars væri eins og fasísk hreyfing með persónunjósnum og öllu því tilheyrandi, en sem fjöldahreyfing sem hafði fótfestu inn í verkalýðshreyfingunni, hafði fótfestu meðal út á landi í höfuborginni, inn í alla stéttir og bara langöflugasta stjórnmálarhreyfing 20. aldar á Íslandi. Og Guðlaugur er eiginlega að vísa í það að svo er ekki og þetta er gagnrýni sem hefur alltaf verið á Bjarna. Hann annarkot kunna það ekki eða sjá ekki tilgangin í því að vera að reka svona fjöldarhefingu eða svona sem getur kallað svona alþýðu stjórnmál sem að þú þarft að bakka þínu hlutum inn þannig að almenningur upplifir það að þú sett að vinna fyrir það. Hann er bara annarkot er bara út af silfurskeiðunum eða eitthvað að hann hefur ekki sans fyrir þessu en hann kann að verja sjálfa sig.
Hann er svona, sumir finnst hann vera svona reffilegur og það er oft svona gagnast mönnum í stjórnmálum að vera svona temmilega myndalegir og hávaksnir og svolítið fitt. Þetta er hérna... Þannig að bjagar svolítið hugsun okkar þegar fólk er vel klætt og það er fallegt og það svona hefur fólk tilhneigingu til þess að líta betur á fólk bara. Það sé með betri siðgæði og margt bara. Og svo hefur hann verið að undirbúa sko kynslóðaskipti sem að er hérna Áslaug Arna og Þórdís Kolbrún og sem að sko, ég veit ekki hvað hérna, sko stuðningur við þær er djúpt inn í flokknum sko. Nei, ég bara veit það ekki. Það myndi komið ljós ef það er stæðu kannski einar í einhvers konar. En svona það sem að Guðlaugur er að vísa til, að flokkurinn sé ekki þessi sama grasrótarhreyfingu áður var, þar er hann að tala innan úr svolítið sterkri stöðu því að hann er, eins og ég nefndi í gær, bara ótrúleg svona maskína og það er talað huldu herinnar og svona. Það er eiginlega engin stjórnmálamæður annar sem hefur svona maskín í kringu sig. Hann er hérna, ef þú ættir að ráða sko framkvæmdastjóra í kosningaherferð, þá ættir að ráða Guðlaug. Ráða Guðlaug Þór og teymið hans sem eru baka hann. Maður heyrði það einmitt eins og ég nefndi þarna að myndbandinu þar sem hann vann í Reykjavík sko, að maður heyri hvað stuðningsfólki hans er með honum sko, mikið með honum. Já, það er bara gaman að taka þátt í baráttu og vinna. Þetta er hérna, þú veist, þetta er sá hluti stjórnmálanna sem er svona eins og keppni og hann er miklu klárari því heldur Bjarni sko. Þannig ef það er núna sprettur fyrir landsfundin og ef að byrinn er einhver leiti með Guðlaugi, ég myndi ekki afskrifa hann sko. En svo er það líka þannig að það er talað að ef hann næri ekki góðu kjöri að þá sé hann dauður í pólitík, það er ekki þannig. Sjálfstæðisflokkurinn hefur bara ágæti sögu að vera með andstöðuna inni, Gunnar Thoroddsen, Þorsteinn Pálsson átti langan tíma þarna inni og raunverulega klauflokkin með Viðreisn, Albert Guðmundsson, meiri sér Hanna Birna eftir hún bauð fram átti svona góðan feril. Það er alls ekki þannig að Guðlaugur, ég held að Guðlaugur segi hafi enga tap í þessu. Nei, ég held að hann geti bara styrkt sig og það sást í dag að það sem að var talið verið svona fyrsta krafa hans að þeir dreigið tilbaka þessi yfirlýsingum ráðaraskiptin, hún er farin. 1-0 fyrir Gulla. Fyrir Gulla, já. Verst að við séum bara ekki með rauðaborðunum helgina því ég held þetta eftir að verða mjög, þeim sem finnst gaman að horfa á stjórnmál eins og fótboltarík. Já, einmitt, sem er kannski, maður myndi ekki mæla með. Ég veit ekki, ég veit gaman að svona keppni. Já. Ég horfi á sumt á ólympíuleikunum sem ég myndi aldrei horfa áður, dýfingar. Gaman aðeins eins og sér maður fjárlögin. Já, það er alltaf pólitík sko. Akkurat, en öðrum fréttum að eins og við vitum að þá fer starfsgreinasambandið og landssamband verslunarmanna saman til samninga en Efling ætlar að fara einn. Þetta er ekki uppbúðið. Já, Sólveig Anna sagði að þau í Eflingu telli bara að það sé það réttasta til að gera núna, það besta í stöðunni fyrir þau, en að hann sé samt í góðum samskiptum við þau en þá í VR og starfsgreinasambandinu. Það reynt með Eflingu að þau eru ekki búið með kröfugerðina. Já, þau eru ennþá að skrifa hana. Þannig að það væri eiginlega... En búið að vera með þáttakað þar. Já, þannig að þau eru að vinna út úr því. Þannig að í sjálfum þessu getum við sagt að það væri sko bara tæknilega ómögulegt fyrir þau að vera með. En ég held eins og þetta sé áherslumunur. Ég held að sé stemming hjá Viljálmi Birgisinni og Ragnari Þór að búa til semja fljótt. Semja fylgt stutt, en ég held að það sé engin stemming inn í Eflingu til þess að gera það. Það er fólk sem að þarf bara miklu meiri réttlætisbætur, eitthvað svona að bíða og sjá til og þið fáið þennan pening þarna sem að kjörin eitthvað vestniki næstu 12 mánuðina og svo tökum upp samninga. Ég held að sé ekki, ég held að þar ég hef talað við fólk sem er í Eflingu, bara venjulegt fólk og það er bara til í verkfall og það er jafnvel til í verkfall og það skila ekkert svo miklu. Það vil bara sýna sko samfélaginu að það hefur máttinn. Það getur loka hótelunum eins og var í verkvallunum, getur loka leikskólanum. Þú veist, láglauna fólk vill fara í verkvall. Sýna líka bara að þetta gengur ekki svona meðferða fólki, þetta bara er ekki í lagi. Þetta er bara stéttabaráttan og þú vilt bara sýna, við erum að tala um Guðlaug Þór og Bjarna Ben sem eru menn sem vilja sýna styrksinn en flokkin. Verkalýðurinn vill bara sýna styrksinn. Það er hann sem heldur samfélagin gangandi.
mér hlakkar til að sjá þessa kröfugerð frá þeim sem er á að koma á næstu dögum bara. Og samningsviðræður við samtök atvinnulífsins munu líka hefjast eftir á næstu dögum. Já, svo líka hefur breyst svolítið mikið, af því að kannski ef við færum 2 mánuði aftur í tíman, að þá var verið að tala út af Úkraínu, efnahagsþrengingum, verðbólgu eitthvað fleira, að kannski væri það þannig að það væri ekki tækifæri til þess að sækja neitt til að ráði til fyrirtækjaeigenda. En ég held að það hafi breyst mikið. Það er blússandi gangur á Íslandi, það er gríðarleg vöntun á vinnuafli sem að þýðir það að samkvæmt framboð eftirspurn, að þá bara aukin eftirspurn að hækka verð. Og þannig að ég held að sé bara mjög góð tækifæri til þess að sækja fram í verkefnisbaráttu. Og ef að samtök atvinnulífsins eða atvinnurekendur ætla að fara að segja að launahækkanir munu leiða til enn meiri verðbólgu, þá getum við vitnað í þessa rannsókn sem var verið að kynna bara í síðustu viku sem að fann ekkert samband þarna á milli síðustu 20 ár. Ja, það er erfitt að finna mótil sem á að geta sýnt fram á það. En svo var Samfylkingin að það eru konur frambjóðendur í verkalýðsráð þeirra. Og þar eru Agnieszka Eva Sjokalowska sem var að formaður Eflingar og hún er líka Halldóra Sigríður Sveinsdóttir formaður Bárunnar og Selfossi. Þær voru í stjórninni. En hún bætist við Ólöf Helga. Hún býður sig fram. Hún var í VFG, hún var í öðru sæti í VFG í bæjarstjórnarkosningunum í Hafnarfirði. Það er svolítið áhugavert. Hún tapaði þar, komst ekki inn. En hún hefur litið á Samfylking væri eiginlega vettvangur fyrir andstæðinga Sólveig Rönnu. Já, það virðist vera. Þau safna svolítið saman hana. Þetta fer í rákuðin hópurinn í Samfylkingunni. Ég veit ekki hvað er stór. Þetta fer alveg óendanlega í taugarnar. Þeim finnst þetta svo bjánaleg staða að Samfylkingin sé að taka afstöðu í þessari deilu og ef hún er að taka afstöðu, að hún taki afstöðu með þeim sem er fólk sem það var styrkleikamæling á ASÍ í þinginu. Þau voru með 20 atkvæði. Það voru 20 sem að vildu knýja fram kosningar þannig að Ólöf Helga yrði forsetið ASÍ. Það var nú ekki stærri en það. En þetta var svolítið margar kosningar sem Ólöf tappa. Hópurinn, aðal drifkrafturinn var Ólöf Helga og Agnieszka og Halldóra Bárunni sem er bara verkalýðsmálaráð Samfylkingar. Heldur að sé verið að framkvæmdastjórn Samfylkingarinnar sé svona að bóta í þetta fólk og biðja það að koma eða þið séu svolítið að koma þarna bara sjálfsbrottið? Við höfum einhverja fréttir sagt að þessu það málið er að formaður framkvæmdastjórnar Kjartan Valgarðsson, hann leitaði til fólks og baði að bjóða sig fram, en það var flokksstjórnin held ég að heiti sem að er svona einhverju tugir sem að kusuðu og þetta er sjálfstæðstjórn. Svo eru aðri frambjóðendur þarna líka, er Gylfi Þór Gíslason sem er núverandi formaður stjórnarinnar og Guðni Freyr Fjörð Úlfarsson. En þetta segir ekki svo mikið Þessir hinir frambjóðendur? Nei, það getur verið komið 80 frambjóðendur á morgun. Já, en ég vona að landsþingið mun ekki kjósa þetta fólk. Þú myndir ekki kjósa? Ég myndi ekki kjósa það, og ég held að séu mistök hjá Samfylkingunni að gera það. Spyrjum mörða þessu eftir. Já, en svo í öðrum fréttum að þá var svolítið tekist á Samherjamálið á Alþingi. Þórhildur Sunna hóf smá umræðu þetta og var að segja að hér að saksóknari væri vanfjármagnaður og það eru fleiri svona erlendastofnanir sem hafa verið að benda á það. Og Jón Gunnarsson tók ekki vel í það. Hann sagði að þvert á móti þá var hann með alla þá fjárnumi sem hann þarf. Þó að hér að saksóknari hafi sagt fyrir nokkrum árum að honum skorti fjármagna á málið, Samherjamálið, mútumálið vinnist bara á þeim hraða sem að þau geta staðið undir með því fjármagni og þeim starfskrafti sem þau hafa. Og Jón sagði að það væri spilling ef að ríkisstjórn eða ráðuneyti væri að skipta sér af þessu. Já, sem er bara þvæla, út úr snúningur ykkur. Þetta er bara Samherjamálið, er bara stórt mál í íslensku samfélagi og þingið, og það er alveg augljóst að reglur og kerfið á Íslandi er ekki að virka til þess að fyrirtæki geti vaxið upp í þessa stærð og verið með þessa viðskiptahætti þar sem að þau hegða þess að bara svo ríki ríkinu. Ef það er ekki pólitískt mál til þess að ræða inn á þingi, hvað á að ræða þarna? Og okkur heyrum við ekkert frá hans sem fundi með frá sendinefndinni frá Namibíu? Hann vildi ekki segja það. Jón sagði að hann vildi ekki gera það eitthvað út eins og það væri trúnað við Namibíu sendinefndina, namibísku sendinefndina. En það er margt pólitískt í þessu. Mér finnst að mætti líka spyrja því
af hverju hérna matvælaráðherra, það sjávarútvegsráðherrann að heiðra Þorstein Má Baldursson með því að vera með ávarp þar sem að hann með svona aðalerindi á einhverju ráðstefnu, einhverju endurskona fyrirtæki út í bæ. Mér finnst pólitík snýst svona hluti. Ef ráðuneytin eru svona eigum við bara að sætta okkur við það því að maðurinn á svona mikla peninga og svona mikil völd að hann geti bara keypt sér virðingu hérna. Hann geti keypt frá sér alla gagnrýni, hann geti ofsótt blaðamenn. Mér finnst þetta bara þingið á að vera að tala þetta alla daga. Og ef ráðuneytin að vera að snerta svona lítið á þessu eins og Jón að tala að þá ættu þau væntanlega ekki að vera að bjóða manni sem grunnaður það allt annað hlutast til rannsóknina. Það annað að tala er embætti sem rannsakað fjármagna til þess að geta rannsakað þetta. Það eitt en svo annað þegar þú býður honum á svona ráðstefnu og gerir svona mikið úr honum þegar maður sem undir rannsókn fyrir frekar alvarlega glæpi. Rannsókn sem ætti ekki að taka svona langan tíma. Nei, það var reyndar eitthvað fyrirtæki út í bæ sem bauð honum en ég meina ráðherra mætir þarna og leggur svona blessun yfir þetta. Þetta maður sem að sagði af sér sem forstjóri Samherja þegar kom fram hvað málið snýst en síðan bara liður tíminn, það breytist ekki neitt en svo kemur það bara aftur og mér finnst það bara ekkert sjálfgefið að þar með eigi bara hleypa honum inn í samfélagið aftur. Alls ekki. Sérstaklega er málið líka bara einhvern frist. En við erum ekki á þingi. Nei. Og við erum ekki í ráðuneytinu. Ætlum við meira? Nei. Þá ætlum við að gera örstuð hlé og förum svo til Brasilíu eða svo gott sem.